Komið þið sæl og takk fyrir að ætla að gerast samstarfsaðili hjá Markaðsstofu Vesturlands. Ég ætla að fara með ykkur í gegnum skráninguna fyrir afþreyingarþjónustu á vefsíðuna hjá okkur, vest.is og vesturland.is. Hvort heldur sem þið eru að grunnskrá eða uppfæra skráninguna ykkar, þá þurfið þið að fylla út í þetta sama skjal. Þannig að ef þið eru nú þegar með skráningu hjá vesturland.is, þá með því að fylla út þetta skjal, þá ertu að uppfæra allar upplýsingarnar sem koma fram þig inn á vesturland.is. Og ef þú ert að skráða í fyrsta skipti, þá munu þessar upplýsingar birtast á vest.is. Við skulum byrja á því að fara yfir þá grunn- og samskipta upplýsingar fyrirtækisins og þið byrja á að fylla inn í kennitölu fyrirtækis og lögheiti fyrirtækis og það það nafn sem að kennitalan ber í fyrirtækisskrá ríkisskattstjóra. Næst fyllið inn markaðsheitið á íslensku og markaðsheitið á ensku. Í markaðsheiti á ensku þá takið þið fram það nafn sem að þið kjósið að nota við enskumælandi viðskiptavini, en ef það það sama á íslensku og ensku, þá fyllið þið út báða reiti með íslenska nafninu. Í heimilisfang og póstnúmer gefið þið upp það heimilisfang sem að kennitalan ykkar til húsa í og ef aðkoman flókin eða önnur heldur en þetta heimilisfang sem þið takið fram, þá skrifið þið það hérna fyrir neðan. Síðan kemur GPS-netið og þá mikilvægt að GPS-netið sé sá staður sem aðkoman að fyrirtækinu ykkar Ekki setja GPS-net á heimilisfangið ef það eitthvað annað heldur en aðkoman. Þið getið fundið GPS-netið með því að leita að ykkur í Google Maps og passa að nálin sé á þeim stað sem aðkoman Næst þá netfang fyrirtækisins og þetta verður að vera ópersónugreinanlegt tölvupóstfang ef þið getið. Það mjög mikilvægt vegna þess að við þurfum að passa upp á persónuverndarupplýsingar og þessar upplýsingar, ef þið eru ekki með persónugreinanlegt tölvupóstfang, þá hægt að nota það í víðara samhengi. Þetta þá líka það netfang sem birtist inn á vefsíðunni til þess að ná sambandi við ykkur. Síðan kemur símanúmer fyrirtækisins og þetta líka það símanúmer sem kemur til með að birtast á vefsíðunni svo að viðskiptavini geta haft samband við ykkur. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta sé númer sem beintengist fyrirtækinu og sé einhvað sem svarað í svona dagsdaglega. Þá það tengilegu fyrirtækisins og þetta eru upplýsingar sem að við þurfum að hafa hjá okkur en eru ekki opinberar upplýsingar og þarna höfum við þá nafn tengiliðsins, símanúmer tengiliðsins og tölvupóstfang tengiliðsins og símanúmerið og tölvupóstfangið þá meira kannski persónulegra eða símanúmer eða tengiliður sem að þá eigandi eða einhver sem stýrir rekstrinum og getur svarað fyrir reksturinn og þetta tölvupóstfang má þá vera persónugreinanlegt. Þetta ekki að fara á flakk. Þá eru samfélagsmiðlarnir og markaðslegar upplýsingar hjá fyrirtækinu. Ef að fyrirtækið heldur úti vefsíðu, þá skráið hana inn hér. Ef þið eru ekki með vefsíðu, þá sleppið þið bara þessum dálk og setið inn til dæmis Facebook síðu fyrirtækisins. Svo getið þið fyllt inn Instagramið, TripAdvisorinn og YouTube síðuna ef þið eru með svoleiðis. Þetta eru upplýsingar sem birtast líka á vefsíðunni hjá ykkar skráningu. Þá eru það upplýsingar afþreyinguna. Við þurfum fyrst að fá hvort að þið séu með starfsleyfi og nafn hjá leyfishafanum og þið þurfum að þá gefa fram hvort að leyfið sé tímabundið og ótímabundið. Þið þurfum síðan að hengja hérna afrit af starfsleyfinu í viðhengi vegna þess að við þurfum að tryggja það gagnvart Ferðamálastofu að þeir sem eru auglýstir í gegnum gagnagrunninn hjá þeim séu með starfsleyfi. Þá það hvernig afþreyingarþjónusta þið eruð og hér erum við að tala flokka sem að birtast í svokölluðum banner á vefsíðunni hjá okkur, þar sem hægt að velja út frá þessum flokkum að skoða ferðaþjónustuaðila. Ég ætla að biðja ykkur að haka ykkur endilega í þá flokka sem eiga við ykkar þjónustu, ekki haki og marga vegna þess að þið borgið aukalega fyrir hvern valinn flokk. Þið getið séð það í verðskráni hjá okkur, en það mikilvægt að þið séu að gefa réttar upplýsingar hér. Ef þið eru í rekstur sem ekki talin upp hérna fyrir ofan, þá getið þið skrifað það hérna fyrir neðan. Svo fyllið þið inn hámarksfjölda gesta í hverja ferð og þetta mikilvægt fyrir okkur að vita vegna þess að við erum kannski að skipuleggja blaðamannaferðir eða hópaferðir eða aðstoðið ykkur við slíkar skipulagningar og þá mikilvægt fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar svo að gæta þess að það sé verið að bjóða upp á þá þjónustu sem að hægt að veita. Þá það opnunartíminn yfir árið og hér erum við að tala hvenær yfir árið opið eða hvort það sé að ræða heilsársopnun eða lokun í sérstökum mánuðum. Þið takið það fram hér
og opnunartíminn yfir daginn tekinn fram hér. Hér getið þið þá talað annars vegar sumaropnun og hins vegar vetraropnun. Þá það táknin og þessi tákn birtast í rauninni fyrir neðan markaðslega textan ykkar í ykkar skráningu og okkur langar að biðja ykkur að velja bara þau tákn sem að heyra undir ykkar rekstur. Við erum ekki að tala að birta hér tákn sem eru bara í nágrenninu ykkar eða sveitafélaginu ykkar. Þeir eru bara að velja það sem heyrir undir ykkar rekstur. Þá það textalýsingin á íslensku. Og hér erum við að tala texta sem inniheldur bara 150 orð eða minna og ekki að telja upp upplýsingar sem þeir eru búin að gefa upp nú þegar, heldur meira, við erum meira frekar að biðja texta hér sem lýsir ykkur, segir frá því hvað afþreyingin ykkar inniheldur og ef þið eru í einhverjum öðrum rekstri samhliða afþreyingunni þá eru þið ekki að taka það með inn í þennan texta, heldur þið eru bara að tala það sem tengist afþreyingu í ykkar þjónustu. Þið gefið þennan texta upp bæði á íslensku og ensku og svo biðjum við ykkur að skila inn að lágmarki 4 myndum í góðum gæðum og þessar myndir þurfa að vera með opnu leyfi þannig að við megum líka nota þær í markaðslegum tilgangi hjá Markaðsstofu Vesturlands til þess þá að kynna afþreyingarþjónustu eða ykkar þjónustu á okkar vegum. Þið getið skilað inn alltaf 7 myndum og það lítur rosalega vel út að vera með annarkvort 4 myndir eða 7 myndir. Þannig að þið verðið að skila inn og þið sjáu að það stjörnumerkt 4 myndum en hérna fyrir neðan þá hægt að bæta upp myndum upp í alltaf 7 myndir. Þið eru búin að skila skráningunni og eru búin að setja inn allar upplýsingar sem þið viljið að komi fram, þá ítið á done hérna fyrir neðan.